Halldór, tap í Órugahöllinni fyrir Íslandsmeistarana, þetta var svolítið svona stærra tap heldur en kannski hefði mátt búast við? Já, það var bara svona sama syndrómi eins og við lendum í Haukaleiknum að þegar okkur vantar svona einn af okkar svona svo kallað Big 3 FBA-vitnun Daniel er náttúrulega ekki með? Já, hún er ekki með og Sigrún báði með COVID þá einhvern veginn svona, ég veit ekki hvort það sé svona feeling sorry for ourselves eða eitthvað svoleiðis eða finnst þið svo við þurfum að fara meira í að spila híróbolta ég tala líka með til Haukaleikinn að þá vantaði Sönju og þá einhvern veginn kom ekkert út úr fjarka stöðunni á okkur núna í dag og voru mjög lengi vel ekki að treysta fimmunni og Heiður kom frábærlega inn í þetta en hérna seinni hálfleikurinn var ótrúlega góður við erum búin að taka 50 mínútur hérna í að aðeins að tala vel saman hvað við þurfum að gera og ég held einhvern veginn að þegar við fáum loksins ætli við erum ekki búin að vera með heitlið allt tímabilið nána við erum alltaf með einhvern út að vonandi fer þetta eitthvað þá verður þetta ekki svona skilur við eigum ekki að vera svona og það þurftu alveg að hafa fyrir þessu í lokin sem við reyndum að sitja þetta á þannig já Daniel, eins og segir, hún er bara átt með COVID eða ekki? Jú, hún er ekki og hún væri vonandi ekki alveg búin að reikna út hvort hún losni akkurat á fyrir sunnudaginn Já, hún losni akkurat eða eitthvað svoleiðis sko. En þessi deild, ég meina þeir eru hérna við toppinn á deildinni og hafa verið í efstu sætinu í vetur og ásamt Njarðvík og hérna nú er Valur komin hérna upp á lið líka einhvern veginn þetta er rosalega top heavy deild ef ég má sletta á ensku Já, alveg klálega og ég er alveg ánægð með að við séum bara ennþá í stöðu til þess að taka fyrstu sæti þar sem við erum bara búin að vera með mannskapin okkar hægri vinstri skiptum kaninn vera út meiddur Sigrún búin að vera meidd mikið sem átti að vera mikill leiðtogi fyrir okkur á vellinum Dagný er átt, Sanja er átt, Íva er átt Magga er átt við erum alltaf í skakavöllum en við erum samt þarna á toppnum það hlýtur að boða gott fyrir þá þegar við fáum alla mannskapin og getum þá verið að vonandi toppa á réttum tíma Spyr Óla hversu miklu máli það skipti ég meina nú er þetta næstu í sett í stegin hvaða liðið verða í undanúrslitunum ég meina allt nema tölfræðilega kannski en skiptir miklu máli að vera með heimavöllin viljið þið fá að byrja í Dalhúsum Mér langar að ná fyrsta sætinu klálega mér langar að ég er ekki einn af þessum til skít í deildumvæslu það er erfiðasti deildum til að ná þú þarf að vera rosalega stabíll í tímabili sem við höfum kannski ekki alveg ná að gera með því að Njarðvík hefur ekki mist út einn af erlendu leikmönnum þar eða það hefur mist einhverja leikmenn en það eru þarna þá þannig það er kannski munurinn á þessum liðum sem eru á toppnum ég tel að bara vera mjög mikilvægt að við fáum ekki það ég var alltaf til að fá kannski fleiri áhorfendur upp í Dalhús og það er kannski ekki það sem kannski er að koma okkur áfram þar en þá veit ég ekki fara að Ásvelli eða sérstaklega ekki Njarðvík sem er mjög þröngur og svona erfiður heimavöllur það skiptir okkur og rosalega máli að reyna á heimavöllin þar sem okkur finnst gott að spila Stuttamilli leikja nú er það bara á sunnudaginn þar sem þið geti snúið þessu við það hlýtur vantilega að vera gott að fá að spila svona marga leiki og fá bara snúa svona tapi í síri vil Já, ef við gerum það við þurfum að gera meira af því góða sem við gerum og við þurfum bara einmitt að fara vel yfir hvað við þurfum að gera ég meina þessi lið Breiðablik Breiðablikar og þvílíkur önni eða fá kannan aftur inn og okkur þá verður það hörkuleikur og við þurfum bara að gera mjög vel til að vinna Frábært, takk